Þá segi ég fund settan í bæjarstjórn, fundur númer 3461 og ég ætla að byrja hérna að upphafi að leita afdriða og að taka 9. liðið af dagskrá vegna forfalla bæjarstjóra, þeir sem geta samþykkt það, hljóðum ekki. Fyrir það, þá liggur fyrir okkur dagskrá í 8 liðum. Fyrsti liður breytingar í nefndum, umhverfis- og mannvirkjaráð, lögð fram tillaga D-lista breytingu á skipan fulltrúa í umhverfis- og mannvirkjaráði. Sigurjón Jóhannesson verði aðalfulltrúi í stað Gunnars Gíslasonar. Þeir sem geta samþykkt það, gefum mér. Þá koma öðru liða dagskrá. Það Krossanesæi B áfangi til málstöku bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsráðs 9. október síðastliðinn og varðar breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 fyrir Krossaneshaga B áfanga sem var auglýst frá 14. ágúst með athugasemdafresti til 25. september. Það bárust umsagnir frá Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun, Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra, Hörgársveit og Minjastofnun. Og með leyfi forseta ætla ég að fara yfir þessar ábendingar og athugasemdir. Frá Umhverfisstofnun kom athugasemd vegna nálægðar við íbúabyggð og náttúru til Umhverfisstofnun mikilvægt að lagt verði mat á áhrif breytingarinnar á hljóðvist og loftgæði. Auk þess bendir á mikilvægt þess að sett séu fram skilyrði hvers konar starfsemi verði heimil á svæðinu, þannig unnt verði uppfylla kröfur hljóðvist, loftgæði og aðrar mengunarvarnir. Einnig bendir á mikilvægt þess að sett séu skilyrði og starfsemi sem fyrirhuguð til að draga úr hættu á neikvæðum áhrifum á fólk og áhrifum í Krossanesskóla. Það liggur ekki nákvæmlega fyrir hvað starfsemi verður á svæðinu, en það er gert ráð fyrir að hún standist allar kröfur laga og reglugerða mengunarvarnir. Gert ráð fyrir að frekari skilyrði verði sett við útgáfu starfsleyfis fyrir alla starfsleyfisskylda starfsemi sem heimiluð verður á svæðinu. Þá er verið að vinna að endurskoðun deiliskipulags við svæðið og gert ráð fyrir að þar verði sett frekari skilyrði fyrir starfsemi innan svæðisins. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra gerði ekki athugasemdir tillöguna og því ekki þörf á viðbrögðum þar. Skipulagsstofnun bendir á að í skipulagsskilmálum á ekki að skrifa deiliskipulag í vinnslu og gera það grein fyrir mögulegum áhrifum ásýnd og menningarminjum í umhverfismati aðalskipulagstillögunnar. En skilmálar hafa verið lagfærðir auk þess sem fjallað verður möguleg áhrif ásýnds svæðisins. Minjastofnun Íslands ítrekar mikilvægt þess að ljúka skráningu og merkja uppmældar fornleifar inn á skipulagsdráttinn. Athugasemd varðandi skráningu fornminja á svæðinu er vísað til vinnu við endurskoðun deiliskipulags sem í gangi. Hörgársveit, sveitarstjórn þar samþykkt að koma fram fyrir áhyggjum af mengun frá væntanlegum iðnaðarsvæði og nálægð við friðlýstan fólkvang í Krossnesskóla. En gert ráð fyrir að starfsemi á svæðinu standist kröfur laga og reglugerða líkt og áður sagði mengunarvarnir og verði í samræmi við útgefin starfsleyfi. En skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillaga svörum sem voru lesin hér upp við umsögnum verði samþykkt og að aðalskipulagstillagan verði samþykkt með minni háttar breytingum til að koma til móts við innkomnar athugasemdir og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að senda hana skipulagsstofnun til staðfestingar. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið málsins og orðið laust. Sem enginn hefur passið hljóðsvið sem geta samþykkt þessa tillögu skipulagsráðs, gefum ekki. Það er 11, takk fyrir það og þá er komið að 3. liða dagskrá. Aðalskipulagsbreyting vegna lóða við Glerárskóla og áður en tökum það við bæjarfulltrúi Geir Kristinn Aðalsteinsson beðið málið. Forseti, góð bæjarfulltrúar. Ég vil biðja forsetann að bera upp til atkvæðagreiðslu hæfi mitt í þessu máli og ætla að gera grein fyrir því hvers vegna. Málið er að í lok árs 2017 þá stofna aðalstjórn Þórs starfshóp svona framtíðar skipulag Þórssvæðisins og nágrennis, svona þeirra framtíðarsýn til áratuga. Og Þórsar óska eftir að fulltrúi IBA sitji í þessum hópi og ég sem formaður IBA tek sæti í þessu vinnuhópi og þessi hópur vann við ítarlega vinnu og skilaði af sér mjög metnaðarfullu plaggi svona framtíðarsýn félagsins til aðalstjórnar og svona einn af stóru punktunum í þessu tillögum var staðsetning á
íþróttahúsi, svona til lengri tíma litið. Og það vill þannig til að þetta íþróttahús var hugsað á nákvæmlega sama stað og þessi leikskóli sem maður verið eftir. Og aðalstjórn Þórs hefur alla tíð gert athugasemdir við þessa tillögu sem hér er með fjöldunar. Þannig að ég tel mig vera komin svona nokkurn veginn beggja vegna borðsins í þessu máli og ég hef ráðfært mig við bæjarlögmann málið og hún telur að ég sé vanhæfur til að fjalla málið. Þannig að ég vil biðja forseta að bera upp undir fundinn hæfi mitt í þessum lið 3 og 4 sem að báðir fjalla þennan Glerárskólareit. Takk. Varafulltrúi Geir Kristinn Aðalsteinsson lokið máli sínu orðalaust. Enginn hefur kvatt sér hljóðust, þá ber ég upp með vísan til 7. málsgreinar 20 greinar sveitarstjórnarlaga númer 138